Gott kvöld. Sjöleytið í gærkvöldi var skotið á Suzuki bifreið í Vesturbæ Reykjavíkur og mátti litlu muna að skotið hæfði ökumann bifreiðarinnar. Jóhanna Stefánsdóttir var að aka hér norður Eiðsgranda í gærkvöldi þegar skotið var á bifreið hennar. Skyndilega kvarnaðist rúða bílsins og féll síðar saman í 1000 mola. Það var hins vegar ekki fyrr en í morgun sem Jóhann áttaði sig á því að skotið hafði verið á bílinn. En þá fannst riffilkúla í bílnum, samskonar þessari, 22 kalibera kúla. Líklegt talið að skotið hafi verið úr húsunum hér norður af okkur. Jóhanna, ljóst hvar skotið fór? Nei, ekki nákvæmlega, en það álitið að það hafi farið einhvers staðar hér og á milli sætana. Og hvar hafnaði það svo? Ég fór í gegnum aftursætið og ég hafnaði í farangursgeymslunni. Þannig að það ljóst að það hefur engum átt munað að það hafi raun og verið hæft þig? Það alveg greinilegt, ég átti með það til núna. En varstu ein í bílnum? Já, þegar þetta skeiði þá var ég ein. En skömmu áður þá hafðir þú verið með 2 börn í bílnum eða ekki? Jú, ég var rétt nýbúin að skila þeim heim. Og þú náttúrulega hefur enga hugmynd hver skaut á bílinn? Ekki nokkra. Og ekki heldur hvaðan það kom. En ég held að það hafi skeið einhvers staðar á þessu svæði hér. En þú trúðir því ekki í gærkvöld að þeir verið skotið á bílinni það? Nei, og svona rétt átta mig á því að þetta sé raunveruleiki í dag. Þetta náttúrulega skelfileg tilhugsun. Það það, svo sannarlega. Þegar maður átti sig á því hvað hafi raunverulega átt sér stað. En það veit náttúrulega enginn í raun og veru hvaðan skotið kom? Nei, það veit það enginn. Ekki nokkuð maður. En það trúlegt að það hafi komið einhvers staðar hérna, ekki hefur það komið úr flugvél allavega. Og það kom skáhalt niður á bílinn þannig að þessu hefur verið skotið úr hæð ofan á? Já, það hugsa ég, það álitið. Annars hef ég nú ekki vita á að meta svona mál. Rannsóknarlögregla ríkisins kannar nú þetta mál, en þá hafa engar vísbendingar komið fram sem benda til þess hver hafi skotið á bílinn á Eiðsgranda. Og til Bandaríkjanna mikill kosningaskjálfti nú í bandarískum frambjóðendum vegna forkosningana í New Hampshire fylki á morgun. Þótt aðeins búi rúmlega 1 milljón manns í þessu litla fylki á austurströndu Bandaríkjanna eru kosningar þar taldar skipta miklu máli því að langan aldur hefur engin frambjóðandi orðið Bandaríkjaforseti án þess að sigra fyrst í forkosningum í New Hampshire. Republikanarnir Robert Dole og George Bush eru taldir hafa svipað fylgi, Dole þó aðeins meira. Bush mikið í mun að bæta stöðu sína eftir að hafa lent í 3. sæti í forkosningunum í Iowa í síðustu viku og hann nú allt að vinna en vopnasöluhneykslið hefur auðsjáanlega skadað stöðu hans mikið. I ran the CIA. I know that covert action is necessary sometimes. Frankly, I'd be one to strengthen rather than weaken the intelligence capability of this country. We can all talk about what we might do or what somebody else didn't do, but I happen to think that this race is all about leadership and all about making a difference. Í gærkvöldi, lok kosningabaráttunar, var sjónvarpsþáttur með frambjóðendum republikana, þar sem helstu kosningamál voru rædd, til dæmis baráttan gegn eiturlyfjum. And then I would like to have a tough law on the books about dealing drugs to juveniles, and I think it's very simple. If anybody is convicted of a second offense of dealing drugs to juveniles, that person should get a life sentence in prison with no chance for parole, and then maybe we begin to stop this stuff in this state. Robertson, sem mjög umdeildur, sagði í viðtali að sem forseti hefði hann ekki hikað við að láta ráða Gaddafi Líbíuleiðtoga af dögum. Robertson fullyrti í sjónvarpsþættinum að Sovétmenn hefðu komið fyrir eldflaugum á Kúbu. Hann fyrirverandi predikari í sjónvarpi og málefni trúar og kirkju eru ofarlega á baugi hjá honum. I never believed that this country was set up, however, to separate God from government, or morality from government, or moral and religious people from government. Michael Dukakis, ríkisstjóri Massachusetts fylki, talinn sigurstranglegastur demokrata. Because the world in which we live today is changing very, very quickly. It is highly competitive, and it will test our character and our commitment and our energy and our courage every day and every week and every month. That is why it is so important that we have presidential leadership in Washington that will make change work for us and not against us. Hörð barátta annað sætið milli fulltrúadeildar þingmannsins Richard Gephardt frá Missouri fylki og öldungadeildar þingmannsins Paul Simon frá Illinois.
Gary Hart ekki talinn sigurstranglegur og ekki hefur borið mikið á Jesse Jackson. Norska landbúnaðarráðuneytið hefur heimilað innflutning á laxaseiðum frá Íslandi. Innflutningsleyfið var gefið út í dag og vonast menn til að geta flutt út á milli 4 og 5 milljónir laxaseiða til Noregs fyrir 300 milljónir króna. Á síðastlinu ári voru seld 1 milljón seiði til Noregs. Þá hins vegar kom leyfisveitingin seint og lítill tími gafst til þess að ganga frá samningum. Á milli 25 og 30 stöðvar hafa óskað eftir að selja seiði til Noregs en í fyrra voru þær 10. Í ár eru framleidd 11 milljón laxaseiði hér á landi. En ekki markaður fyrir nemum 5 milljónir seiða og því ljóst að væntanlegur útflutningur til Noregs kemur stöðvunum mjög vel. En hins vegar hafa heyrst efasemdarættir ágæti útflutningslaxaseiða til samkeppnisaðila eins og Norðmanna og bent á að með þessu séum við beinlínis að skapa samkeppni við eigin útflutning. Ef eftir sem menn vonast til að alltaf 5 milljónir seiða verði flutt út fyrir 300 milljónir króna, þá skili þessi útflutningur Norðmönnum 8.000 tonnum af laxi eftir 2 ár. Að verðmæti 2 milljörðum króna. Leitarmenn í Fljótum urðu einskis varir í leiðangri í dag til að kanna hvort fleiri hvítabirnir væru á ferli í fjörum þar slóðir. Í gær var talið að annað eða önnur dýr kynnu að hafa gengið á land því bjarnarbæli fannst. Ekki vitað hvort hér var að ræða bæli hundsins sem felldur var í gær eða bæli annara dýra. Og Ómar Ragnarsson var þarna nyrðra í dag og fylgdist með leitarmönnum og við fáum frásögn hans nú hér á eftir fyrir lok fréttatímans. Já, Mauno Koivisto var í dag formlega kjörinn forseti Finnlands til næstu 6 ára á fundi kjörmanna sem fram fór í Helsingfors í dag. Þegar Koivisto var fyrst kjörinn forseti fyrir 6 árum voru það kjörmenn kommunista sem veittu honum brautargengi auk jafnaðarmanna. Nú voru það kjörmenn íhaldsmanna að 18 undanteknum sem studdu hann í annari umferð atkvæðagreiðslunar í dag. Koivisto fekk 189 atkvæði en alls eru kjörmennirnir 301 og þarf frambjóðandi að fá helming atkvæða til að ná kjöri eða 151 atkvæði. Frambjóðandi hægri manna, Harry Holkeri forsætisráðherra, hafði lýst því yfir fyrir kosningarnar að hann myndi mæla með því við sína kjörmenn að þeir styddu Koivisto ef hann sjálfur ætti ekki sigur möguleika, þannig að stuðningur íhaldsmanna nú komi ekki á óvart. Hins vegar reyndust margir kjörmenn íhaldsmanna því mjög að þurfa að styðja jafnaðarmannin Koivisto og hefðu heldur vilja styðja Varinen, formann Miðflokksins, sem telst til borgaralegra flokka. Síðustu mánaðamót kusu almennir kjósendur en þá hlaut engin frambjóðenda meirihluta atkvæða og þurfti því að kalla kjörmennina saman nú. Ljóst að forsetakosningarnar hafa veikt Harry Holkeri forsætisráðherra og þykir fréttaskýrendum það hafa gengið eftir sem þeir spáðu eftir kosningaúrslitin að hægri menn myndu reyna að skerpa ímynd sína og hugsanlega reynast ósveigjanlegri í stjórnarsamstarfinu við jafnaðarmenn. Þessar mundir fer fram endurskoðun á skattakerfinu í Finnlandi og hefur þegar komið í ljós að þetta gæti risið alvarlegur ágreiningur í finnsku ríkisstjórninni. Nú skammu fyrir kvöldmat var gert hlé á samningafundi Verkamannasambands Íslands og vinnuveitenda en viðræðum verður haldið áfram í kvöld. Að sögn samningsæðila hefur lítið reynt á ágreiningsmál en sem komið Þórarinn V. Þórarinsson, framkvæmdastjóri vinnuveitendasambandsins, sagði í kvöld að aðilar hefðu ekki fjarlægst. Fyrir fundin í dag sagði Guðmundur J. Guðmundsson, formaður Verkamannasambandsins, að erfitt væri að spá framvindu samningamálana en hún hlyti að skýrast eftir því sem liði á vikuna. Og þaðan til Austurríkis þar sem Kurt Waldheim Austurríkisforseti sagði í sjónvarpsræðu í kvöld að árásir á sig væru slúður og kröfur að hann segði af sér þjóðhættulegar. Ræðu Waldheims hafði verið beðið með nokkru eftirvæntingu því að í gær gaf jafnaðarmaðurinn Raninski, kanslari landsins, í skinn að hann kynni að segja af sér vegna Waldheim-málsins og sakaði forsetanum að bregðast ekki rétt við skýrslu nefndarsakfræðinga sem fjallaði málið. Waldheim gagnrýnir nefndina og gefur í skinn að hún hafi verið sér fjandsamleg og segir að þjóðhöfðingi geti ekki látið undan slúðri og sleggjudómum. Í skýrslunni kom fram að engar sannanir eru fyrir þáttöku Waldheims í stríðsglæpum. Kostnaður við byggingu flugstöðvar Leifs Eiríkssonar var til umræða á fundi sameinaðs þingis í dag þegar fjallað var skýrslu utanríkisráðherra málið að beiðni 9 kvenna úr stjórnarandstöðunni.
Samkvæmt niðurstöðum Ríkisendurskoðunar telst framreiknaður byggingarkostnaður við flugstöðina vera 2.992 milljónir króna og þar byggt á tölum fengnum frá Seðlabanka Íslands og ráðgjöfum bygginganefndar. Með öðrum orðum hefur kostnaður við byggingu flugstöðvarinnar hækkað 870 milljónir á byggingatímanum umfram verðlagshækkanir. Í skýrslu utanríkisráðherra sem dreift var á Alþingi fyrir jól bókfærður kostnaður við byggingu flugstöðvarinnar til verkloka á árinu 1988 áætlaður rösklega 500 milljónum króna lægri en niðurstaða Ríkisendurskoðunar segir til eða 2.483 milljónir króna. Í skýrslu utanríkisráðherra sem byggir á upplýsingum byggingarnefndar flugstöðvarinnar auk áðurnefnds bókfærðs kostnaðarútreiknings sett fram endurmetin áætlun byggingarkostnað frá 1983 og komist að þeirri niðurstöðu þar að með því að taka tillit til viðbóta og magnaukninga á byggingatímanum þá nemi þessi upphaflega kostnaðaráætlun 2.909 milljónum króna en það 83 milljónum króna lægri upphæð en kostnaðarniðurstaða Ríkisendurskoðunar. Guðrún Agnarsdóttir sagði í umræðunum í dag að skýrsla utanríkisráðherra væri ekki nægilega gagnrýnin og samanburður á henni og skýrslu Ríkisendurskoðunar vekti ýmsar áleitnar spurningar. En hvað segir utanríkisráðherra? Já, ég held að þetta verið nokkru miskilningi byggt. Ég fekk menn til að gera þessa skýrslu sem ég treysti fullkomlega og reyndar þegar niðurstöður hennar eru bornar saman við niðurstöður Ríkisendurskoðunar sérstaklega sem kom fram í nýlegu áliti hennar, þá munurinn ekki mikill. Við verðum að minnast þess að það eru alls konar leiðir til að bera saman. Einu svo að reikna allt til ákveðins loka dags, allar verðhækkanir og allt saman. Hinn svo að reikna hverja framkvæmd á því ári sem hún gerð og bera saman við áætlanir sem gerða voru á því ári. Og í skýrslu minni þá hvort tveggja gert. Ég held að það varði meginmáli hvernig við reynum að draga lærdóm af þessu flugstöðvarævintýri, öllum þeim mistökum sem að þar voru gerð og því samhengisleysi sem að ríkti á milli þeirra sem höfðu ábyrgð á verkinu, þar að segja ráðherra og ráðuneyti og þeirra sem að sáu síðan framkvæmd verksins og hönnun á ýmsum stigum. Stjórnunarlega ábyrgðin í ráðuneytinu, á því engin vafi, en síðan ekki fylgst með því hvernig allur kostnaður fer úr böndunum smám saman. Og það sem einmitt gagnrýnt af Ríkisendurskoðun og kemur fram í skýrslu þeirra að það var engin heildstæð yfirsýn yfir verkefnið á framkvæmda tíma því virtist. Það var engri kostnaðaráætlun skilað, heildarkostnaðaráætlun skilað til opinberra yfirvalda meðan á framkvæmdum stóð. En engu að síður þá hefur kostnaður allur við flugstöðuna hækkað mjög á því tímabili sem að framkvæmdir hafa staðið yfir og þú segir að ýmislegt hafi farið úr böndum og ýmislegt sé gagnrýnivert í því sambandi. Það verð ég að segja. Já, í fyrsta lagi náttúrulega hefur kostnaður orðið meiri vegna þess að það var reiknað upphaflega með 25 af 100 verðbólgu en hún varð 88 af 100 og það held ég allir sem þekkja verðbólguna vita að þetta mikil áhrif. Í þessum tölum í skýrslu minni kemur fram að viðbætur, magnaukningar og breytingar hafa orðið, ef ég maður rétt 780 milljónir króna. Það vitanlega stór upphæð og það sem gagnrýnisvert í raun að ýmsar þessa viðbætur hafi ekki verið bornar undir fjárveitingavaldið eins og vitanlega rétt að gera. Hins vegar hefur fyrirverandi utanríkisráðherra tók það skýrt fram að hann hefði samþykkt þessar breytingar og þær hefði hans mati allar verið nauðsynlegar. Menn hafa nú gefið upp á bátinn vonur að bjarga Hrafni Sveinbjarnarsyni III af strandstað í Hópsnesi austan við innsiglinguna í Grindavík. Tryggingamiðstöðin sem tryggði skipið hefur greitt Þorbirni HF útgerðarfélaginu andvirði skipsins liði á 57 milljónir króna. Nú unnið að því að undirbúa að draga Hrafn Sveinbjarnarsson upp í fjöruna og síðan fyrirhugað að taka verðmæti úr skipinu. Leki komin að skipinu og aðstæður á Hópsnesinu þannig að vonlaust að bjarga því. Að sögn Eiríks Tómassonar framkvæmdastjóra Þorbirs þá munu menn hefjast handa að fá nýtt skip í staðinn Hrafns en hann sagði hefði verið mikið happaflegi þann aldarfjórðung sem hann hefði þjónað Grindvíkingum.
Yfirvöld í Ísrael rannsaka nú ásakanir að hermenn hafi grafið 4 Palestínumenn lifandi við þorp á vesturbakka Jórdanar. Mennirnir voru síðan sagðir hafa verið grafnir upp meðvitundalausir og héldu lífi. Ce jeune homme de 20 ans, Mossen, qui répond aux questions des journalistes de Jérusalem, a été enterré vivant ici, avec 3 autres jeunes gens, après avoir été très sérieusement battus. Il explique notamment à nos confrères israéliens qu'on lui a marché sur la tête. Il a eu la main fracturée. Sa vie, il la doit aux villageois, témoins de la scène, qui sont venus à son secours et l'ont transporté à l'hôpital de Naplouse. Le plus durement blessé s'appelle Essam. Il a 21 ans et vient tout juste de quitter l'hôpital pour rejoindre sa famille et ses amis qui le veillent jour et nuit. Il raconte, les soldats sont entrés dans la maison en cassant la porte, puis ils m'ont attrapé. Ma mère et mes sœurs ont essayé de les en empêcher, mais ils ont commencé à les battre. Ils m'ont traîné dehors et m'ont frappé à coups de crosse. Ils m'ont obligé à enlever les pierres de la rue et m'ont encore battu. Avec 3 autres camarades, ils nous ont traînés à la sortie du village et ont continué à nous battre. J'avais mal. Il y avait là un bulldozer et des colons. Ils nous ont aussi battus. Puis ils nous ont transportés dans une tranchée. Un soldat a demandé au conducteur du bulldozer de nous écraser. Il n'a pas voulu. Mais en revanche, il a accepté de nous recouvrir de terre. Après, je ne me souviens plus. J'étais complètement inconscient. 2 des soldats qui se sont livrés à cette sinistre punition viennent d'être arrêtés. Une enquête est en cours et d'autres arrestations devraient intervenir dans la journée. La police militaire fait aujourd'hui son office, son travail d'enquête. Mais à Salem, le souvenir ne s'effacera pas. Í dag sendi Kópavogsbær sambandi íslenskra samvinnufélaga 3 ávísanir til greiðslu af þeirri upphæð sem sambandið hefur greitt upp í kaupverð á margumræddu Smárahvammslandi í Kópavogi. Kjartan P. Kjartansson, fjármálastjóri sambandsins, neitaði að taka við þessari greiðslu á föstudaginn eins og framkom í sjónvarpsfréttum. Kjartan tók hins vegar við greiðslunni í morgun en kvittaði einungis fyrir henni sem hluta af endurkröfu sambandsins á hendur Kópavogsbæjar vegna þessa máls. Ágreiningurinn vexti af þeim 17,2 milljónum króna sem sambandið hefur greitt fyrir landið. Kópavogsbær greiddi tæplega 1,1 milljón króna í vexti og auk þess tæplega 900.000 krónur í sölulaun. Sambandsmenn vilja auk þessa fá 800.000 krónur í verðbætur og rúmlega 300.000 krónur fyrir frumskipulagsvinnu á svæðinu. Ágreiningurinn stendur því 1,1 milljón króna. Kristján Guðmundsson, bæjarstjóri í Kópavogi, segir að engin ákvæði sé vexti eða verðbætur í kaupsamningi sambandsins en Kjartan P. Kjartansson sagði í dag að hann gerði sér vonir að Kópavogsmenn sæju að sér eftir skoðanaskipti ágreiningsefnið. Kristján Guðmundsson vildi hins vegar engu spá hugsanlegt samkomulag. Hann sagði rétt að sofa á málinu til morguns og sjá svo til. Vonir standa til að hægt verði að hefja fyrstu tilraunasendingar í fræðslusjónvarpi eftir nokkrar vikur en undirbúningur að slíkum sendingum nú hafinn. Þessar sendingar verða á vegum fjarkennslunefndar menntamálaráðuneytisins og eru einn liður í eflingu fjarkennslu hérlendis. Dr. Sigrún Stefánsdóttir fjölmiðlafræðingur hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri fjarkennslunefndar. Undirbúningur margþættur og það sem við erum að gera núna, númer 1, 2 og 3, að undirbúa sendingar í sjónvarpi og við vonumst þess að geta farið að stað með þetta jafnvel seinnipartinn í næsta mánuði. Kannski ekki allir bjartsýn en ég ætla að reyna. Og jafnframt erum við að undirbúa aukna nýtingu og útvarpi til ýmiss konar fræðslustarfs og svo samhliða þessu munum við reyna að undirbúa aukna nýtingu á síma og tölvu og öðrum þeim búnaði sem fyrir hendir í landinu. Þetta eins konar skóli? Hvernig á að skilja þetta? Nei, þetta ekki skóli. Þetta þjónustu fyrirbæri eða þjónustu stofnun við skólakerfið og aðra þá sem að vilja læra eða tilengja sér einhverja fræðslu. Þannig að þetta alls ekki neinn stofnun eða neinn skóli, heldur viðbót og eiginlega við erum að reyna að opna nýja möguleika fyrir fólk sem að kannski út á landi eða hefur ekki aðstöð til þess að sækja reglulega skóla að nálgast efni sem að fyrir hendi Þannig að það reynir mjög mikið á samstarf við skólana. Þetta stendur og fellur með samstarfið við skóla og aðra þá sem að búa yfir einhverju sérþekkingum. Og ég hef nú þegar orðið vör við mjög mikinn áhuga
Þannig að ég bjartsýn. Hvert eru forgangsverkefni? Forgangsverkefni verður íslenska og við erum þegar farin að stað með undirbúning að sjónvarpsefni, útvarpsefni og nokkurs konar bréfaskóla og ég vonast þess að við getum komið með það efni fyrir almenni sjónir í haust. Og fyrst í stað gert ráð fyrir að fræðslusjónvarp verði á dagskrá eftir hádegi og laugadögum og munu tilrauna sendingarna standa fram á vor en í haust hefjast sendingar á ný og þá meiri að vöxtum. Nýting Rásar 2 einnig á döfinni til fræðslustarfs og má meðal annars gera ráð fyrir tungumálakennslu í útvarpi á þessu vori. Vesturþýska dagblaðið Berliner Morgenpost fullyrðir að 80.000 skjölum hafi verið stolið úr skjalasafni frá tímum Þriðja ríkisins í Vestur Berlín. Þetta eru húsækynni skjalasafnsins í Zielendorf í Berlín sem hýstu eitt sinn starfsemi leyniþjónustunnar Gestapo. Þarna eru nú skjölum 11 milljónir félaga í þýska nasistaflokknum, persónulegar upplýsingar félaga í SS og SA-sveitunum og ýmiss konar skjöl hinna svokölluðu þjóðardómstóla og yfirstjórnar kynþáttamála og annara stofnana. Þarna eru nöfn 20 miljóna þjóðverja. Bandaríkjamenn komu skjölunum undan eyðileggingu fyrir stríðslok en þeir hafa nú með stjórn safnsins að gera. Vesturþýskir embættismenn rannsaka nú ásakanir hvarf margra skjala en hvorki bandarísk né vesturþýsk yfirvöld vilja staðfesta hve mikið af skjölum hefur horfið en segja samt að fyrsti grunur slíkan stuld hafi vaknað fyrir 6 árum. Starfsmaður nokkur liggur undir grun en yfirvöld verjast frétta og vilja ekki staðfesta þau skrifblaða í Berlín að skjölin hafi verið notuð til að fjárkúa þekkta borgara. Þrátt fyrir fannfergi og yfirvofandi snjóflóð hafa siglfirðingar haldið gleði sinni og á laugardagskvöldið blótuðu siglfirskir knattspyrnumenn Þorra í Alþýðuhúsinu. Grífinnur Hauksson, þið haldið ykkar þorrablót hér í Alþýðuhúsinu, ekki ykkar félagsheimili, hvað kemur til? Nei, eins og sér Gísli, þá búið að snjóa á því sem bæjarna og við ætlum að halda allan svo frá því gerðum það fyrir 10 árum síðan við svipuð skilyrði og þá satt formaðurinn okkar góðkunni sem nú Runólu Byggni situr hérna bak hjá okkur. Hann satt upp við austurvegginn allt kvöldin og beið eftir snjóflóðinu og hann var búinn að fá hérna 10 kellingar með sér og við vildum ekki láta það sama koma fyrir í kvöld, þess vegna færðu okkur sett og eins og sér að líður öllum vel hér. Á sama tíma og fótboltastrákarnir sátu með konum sínum við blóti í Alþýðuhúsinu, blótaði kvennalið siglfirðinga á öðrum stað í bænum. En að einhverjum ástæðum óskiljanlegum gættu strákarnir þess vandlega að við sjónvarpsmenn kæmust ekki að því hvar það blót var. En eiginkonur knattspyrnumannanna tóku líka lagið. Að taka æradeildina með trompi í svona? Já, hún verður að sjálfsögðu tekið með trompi og meir en það, ég held að við verðum langt eftir. Ég held að þjóðugarnir verður tala litlu menn en það þegar við verðum konur upp. Og menn að skemmta sér annar staðar því kjötkveðjuhátíð í Rio de Janeiro stendur nú sem hæst. Þúsundir gesta hafa komið til borgarinnar vegna hennar og við skulum nú sjá nokkrar svipmyndir frá hátíðahöldunum. Lagðu upp í fljótum til þess að ganga úr skugga hvort hvítabjörnin sem drepinn var þar í gær hefði verið í slagtogi með öðrum birni. Ómar Ragnarsson fór í ferðina með bændum og hann segir hún frá. Leiðangurinn byrjar á hrollvekjandi sögum bjarndýr í fljótum. Það hefur aldrei verið farið svona sérstök hvítabjarnar. Ferð áður hérna? Ekki á vélsluðum. Þeir hafa sjálfst farið hér áður fyrir og labbandi með brostæf og svolítið. Já. Já, þeir hlupuð af sér á skautum, hér í gamla daga, flótamenn. Hlupuður ísbyrnin af sér á skautum? Já. Eltu þá ísbyrni menn þá hér? Já, hér á Miklavatni, að forðaði sér einn undan einum á skautum. Já. Var það ekki Jón Tungur? Jú, Jón G. Jónsson. Hvaða ár var það? Já, Það var síðan?
Það langt síðan fyrir mitt minni. Hvernig voru skautarnir? Þorstileikir? Nei, þetta voru góði skautar bara. Íslenski skautar. Fram á Þrastum sem var drepi maður af ísbyrni. Já, það var yfir Lágheiði, sko. Þá mætti einn, eða fór með, það er vissum dýra á heiðinni. Og hann var með ógulegan broddstaf. Og dýrið átti ekkert við hann. En svo þegar hann kemur út fyrir heiði þá mætir hann öðrum sem ekki með neitt og hann lánar hann stafinn. Og Bangsi snýri við og draf hinn. Þess að hann staflus? Já. Já, þeir þetta vitrir? Já, þeir viljast vita sínu viti, já. Þeir vitrari menn? Já. Þá voru að sjá hvort sá vægir sér vitið meira. Og eftir að vera búin að kíkja vel út á ísinn haldið út með Haganesvík að austanverðu og þar eru bjarndýrasporin rekin. Svo á fjöldin allur af tófusporum, það eins og reppi fylgi í kjölfarið til þess að sjá hvort ekki falli eitthvað til af borðum Bangsa sem á þessi myndarlegu spor. Og þannig bæli sem að Bangsi hefur gert sér. Og enn norðar komið að öðru bæli. Það hefur hann gert undir kletti, hann hefur farið þarna frá fjörunni og upp undir klettin sem við sjáum núna lengst til hægri á myndinni og þarna Símon Gesson að skoða sporin. En það var Jón Korn Ólafsson sem talaði þarna áðan bjarndýrasögurnar gömlu. Virðist vera sama stærð, það mjög miklu líkur á því að þetta sé eftir sama dýri. Hvernig að þreif honi svona spori? Lykt úr því? Það bara svona hálfgerð brák, eða lísilbrák. Þetta voðalega feitur feldurinn á þessum dýrum. Já, þannig að það kemur fita í svona hvert spor? Já, það getur, manni finnst það einhvern veginn. Þetta svona, ég fann það á feldinum á honum í gær að maður var alveg hrein olíubrák, strjúkar. Já. Nú þótti sýnt að Bangsi hefði verið einn og ég kvaddi því bændur og fór hann að Ketilási til að halda suður með myndirnar. En í þann mund kemur kall frá leiðangursmönnum að koma út eftir strax. Þar hafa þeir séð bæli í jaka